hérna allar tegundir ætlar hún Tóta að vera á og ég ætla að vera á þessu hérna. Tóta! Tóta! Get ég aðstofað þig? Já, hæ, ég leita vinkonu minni. Hver er það? En á Tótu maður. Já, hann Þórhildur. Hún er einmitt frænka mín. Ok. Þú getur kannski sagt mér hvað kom fyrir hana? Hvað kom henni? Já, það er bara búið að leggja hana inn með mjög alvarlega misuprótins eitrun. Ok. Og það er ekkert algeng eitrun. Þú getur kannski sagt mér hvað kom fyrir. Þú veist, það gerðist náttúrulega ekkert fyrir hana, skilurðu. Við erum bara, þú veist, við erum bara, skilurðu, fyrirmyndir í fitnessheiminum. Og þú veist, við erum búin að gera smá tilraun af því að, þú veist, það veit enginn, skilurðu, á maður að taka bara ógeðslega mörg fæðubótaefni, á maður að taka bara eitt fæðubótaefni. Hvað á maður að taka öll fæðubótaefnin eða á maður að taka bara eitt fæðubótaefni eða, þú veist, það veit enginn. Og var hún að taka mörg mismunandi fæðubótaefni? Já, fyrir vísindin, þá gerðum við og hún tók eitt mörg. Hún var á bara held ég 5 eða 8 í mánuði. Og lásuðu þið ekkert utan á dollurnar, fæðubótaefnis dollurnar? Nei, þetta er ekki alltaf litt. Gerið ykkur grein fyrir hversu heimskulegt þetta er? Þetta er stórhættulegt. Hún er búin að liggja hérna með sko mjög alvarlegan niðurgang og búin að þorna upp. Ég veit ekki, sko hún er komið nærungu í æð og búin að missa heil 4 kíló. Gerið þið grein fyrir alvarleika málsins? Er hún búin að missa 4 kíló? Já, hún er búin að missa 4 kíló. Ok, þá er hún búin að vinna, sko. Er ég ekkert að ná í gegn til þín? Þetta er mjög alvarlegt mál og maður leikur sér ekki svona að eldinum. Nei, þú veist, ég veit, þetta er kannski ekki gott, skilja, hún er á spítalanum, en þú veist, hún er búin að missa 4 kíló og þú veist, kannski í og... Já, hún er fárveik hérna inni, viltu gjöra svo vel að hætta þessu og leggja það til við hana Þórhildi vinkonu þína að þið hætti þessum tilraunum hérna í frá. Við gerum kannski núna í bili, þú veist, en ég veit ekki hvað, kannski spurningar koma frá fitnessheiminum í framtíðinni, skilur við. Í hvað herbergi er hún? Ég bara fara að heimsækja hana. Hún er hérna í 103, hérna aðeins niður á ganginu. Takk fyrir. Oh my god! Hvað gerðist fyrir hárið á þér? Já, mamma kom og klippti mig. Þetta er ógeðslegt og það er líka ógeðslega skítugt og það er bara eins og það er eitthvað slysgest fyrir það, sko. Oh my god! Ó. Ég kom með þetta hérna til þín. Já, takk. Það er... Er þetta handa mér? Hvað er þetta? Nei. Ég var að keppa, sko. Þú veist, með á spítalanum og... Já, þriðja. Ó, þetta er langi. Það var samt klárlega svindl, skilur við. Einu var bara eitthvað með stera í sér og eitthvað, sko. Kom Svavar að horfa? Já. Það var ekki hægt að hvetja mig að klappa og eitthvað. Spurði hann eitthvað um mig? Nei, eða þú veist, það var náttúrulega allir bara að hugsa um keppnina, sko. Já. Og þú veist, kannski ekki tími til að hugsa um það. Nei. Já, mér langar kannski bara að nota tækifærið mitt hér og þakka Svavari kærlega fyrir stuðninginn og öllum hinum aðdáendunum mínum nær og fjær og öllum sem sendu mér bréf. Ég ætla að lesa svona einu bréfi fyrir ykkur. Ég ætla að lesa upp úr einu skemmtilegasta bréfinu sem ég fékk. Tóta, þú ert algjört babe. Kveðja Hjörtur. Takk Hjörtur og allir hinnir sem sendu mér. Sko, mér langar líka kannski að taka smá moment og þakka fyrir, þú veist, að það gleymur stundum þú veist, aðstandendurnir og þeir sem eru svo nánir. Já. Og þú veist, og það er ótrúlega margir búin að standa við baki og styðja mig, skilur, þegar ég er búin að vera, þú veist, ein í ræktinni og bara ein, kannski, bara, já, bara mjög erfitt líka hjá mér.
það er ógeðslega vondlíkt hérna, sko. Veitu, eru þið að koma eða? Bye! Rave